Forsætisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, fyrrum forseti Íslands, fyrrverandi ráðherrar, rektor, verðandi rektor, fyrrverandi rektorar, fjölskyldur rektora og góðir gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin. Rektorskjör við Háskóla Íslands fór fram í 2 umferðum dagana 13. og 20. apríl síðastliðinn. Niðurstaða kjörsins var sú að Dr. Jón Atli Benediktsson, prófessor við rafmagns- og tölvuverkfræðideild og aðstoðarrektor vísinda og kennslu, hlaut 54,8% greiddra atkvæða. Að tilnefningu háskólaráðs hefur mennta- og menningarmálaráðherra skipað Jón Atla Benediktsson rektor til næstu 5 ára. Á þessari hátíð fara fram rektorskipti. Jón Atli Benediktsson tekur við af Kristínu Ingólfsdóttur sem hefur gegnt starfinu í 10 ár. Hefð fyrir hátíðinni en hún hefur farið fram nokkru sinnum að hausti en fer núna fram á miðju sumri í annað skipti. Á morgun hefst nýtt háskólaár og eru því nú áramót í tímatali háskólans. Við rektorskipti hefur fráfarandi rektor jafnan horft yfir farinn veg og nýr rektor lýst sinni framtíðarsýn. Hátíðin markar tímamót fyrir háskólan, starfsfólk hans og stúdenta. Við gleðjumst yfir árangri liðinna ára og horfum með eftirvæntingu og bjartsýni til þeirra næstu. Við þökkum rektor fyrir farsæla forystu og samstarf og fögnum nýjum rektor. Dagskráin í dag á þá leið að Kristín Ingólfsdóttir, fráfarandi rektor, flytur ávarp. Síðan afhendir hún Jóni Atla Benediktssyni, nýjum rektor, tákn rektorsembættisins. Að því loknu flytur hann ávarp. Eftir að hátíðinni slitið ykkur boðið upp á hressingu hérna niður í andirinu. En fyrst mun tónlistarfólki Ragnheiður Gröndal, Valdimar Guðmundsson og Eyþór Gunnarsson flytja lag. Bjóðum þau velkomin. Lagið sem við flytjum eftir hann Braga Valdimar Skúlason og heitir Líttu sérhvert sólarlag. Sérhver draumur lifir aðeins eina nótt. Sérhver aldari sem nýgur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn, en þögnin hverfur allt og fljótt.
sköldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skaltu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að. Forsætisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, fyrrum forseti Íslands, fyrrverandi ráðherrar, fyrrverandi rektorar, kæra samstarfsfólk og góði gestir. Fyrir 10 árum stóð ég á þessu sviði í fyrsta sinn þegar Páll Skúlason afhendi mér tákn rektorsembættisins og það eins og gerst hafi í gær. Páls sárt saknað hér í dag. Við minnumst hans af virðingu og þökk fyrir allt sem hann var Háskóla Íslands, hugsjónamaður og traustur leiðtogi. Á þessum degi mér efst í huga þakklæti. Fyrst og fremst þakklæti fyrir að hafa fengið að gegna embætti rektors Háskóla Íslands. Það hafa verið einskær forréttindi að kynnast í kraftmikla fólki sem starfar hér við kennslu, vísindi, stjórnsýslu, stoðþjónustu, nýsköpun. Ósérhlífni þess og metnað við að tryggja að kjarnastarfsemi skólans verði eins farsæl og mögulegt er. Fyrir þetta vil ég þakka. Stúdentar hafa tekið virkan þátt í uppbyggingu skólans, lagt af mörkum til rannsókna og nýsköpunar, stunda námið vel, tekið þátt í stjórnun, staðið eins og klettur með skólanum í mótviðri eftir efnahagshrunið. Fyrir þetta vil ég þakka. Árið 2005 brautskráði Háskóli Íslands 1200 stúdenta. Á árinu 2015 munu brautskrást rúmlega 3000 stúdentar, eða meira en tvöfalt fleiri. Og þetta skýr vitnisburður vöxt skólans á 10 árum. Þegar ég horfi öxl, kemur fyrst upp í hugan stefnumótun haustið 2005, þegar skólinn setti sér ögrandi markmið sem við höfum sótt að fullum krafti síðan. Stjórnvöld studdu framtíðarsýn skólans bæði í orði og í verki og gerðu samning fjármögnun til stuðningsstefnunni. Samningurinn var afkastatengdur, skólinn skuldbatt sig til að ná tilgreindum áfangamarkmiðum. Og ég vil þakka Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, þáverandi menntamálaráðherra og ríkisstjórn Geirs Haarde fyrir stuðninginn og fyrir að deila með okkur þeirri sýn að Háskóli Íslands þjóni íslensku samfélagi best með að setja markið hátt og fylgja markmiðum fast eftir. Endurskoðun á skipulagi og stjórnkerfi Háskóla Íslands og sameining við Kennaraháskóla Íslands voru umfangsmikil verkefni. Nú unnið eftir nýrri aðgerðaráætlun endurskoðun og eflingu kennaranáms við skólan með sérstakri áherslu á stærðfræði, læsi, íslensku og náttúrufræði. Efnahagshrunið 2008 leiddi til þess að samningnum fjármögnun stefnu skólans var rift.
Þetta var okkur öllum mikið áfall. En hugurinn stemdi áfram upp á við og skólinn hefur unnið ótrúlega sigra þrátt fyrir mótlæti. Það er árangur af einurð og stefnufestu starfsfólks og stúdenta. Við héldum upp á aldarafmæli allt árið 2011 með fjölbreyttri dagskrá og áherslu á miðlun til almennings, þar á meðal barna hér í Reykjavík og víða landið. Á þessum tímamótum stofnuðu ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur og Alþingi aldarafmælissjóð Háskóla Íslands í víðtækri sátt allra stjórnmálaflokka til að gera skólanum kleift að leggja með afgerandi hætti til framfara í atvinnulífi og samfélagsgerð og styrkja starfsemi rannsóknarsetri Háskóla Íslands á landsbyggðinni. Gerð var langtíma áætlun fjármögnun skólans til samanburðar við háskóla í OECD-löndum og á Norðurlöndum. Ég vil þakka Jóhönnu Sigurðardóttur, Steingrími Sigfússyni og Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttur, þáverandi forseta Alþingis, fyrir þá sæmd sem Háskóla Íslands var sýnd á aldarafmælinu. Þá vil ég þakka Helga Bernharðssyni, skrifstofustjóra Alþingis, hjartanlega starf hans á þessu máli og velvild í garð skólans fyrr og síðar. Í október 2011, 2 dögum fyrir aldarafmælishátíð í Hörpu, bárust þau tíðindi að Háskóli Íslands hefði komist á matslista Times Higher Education World University Rankings. Á listanum birtast nöfn þeirra 400 háskóla sem hæst eru metnir af 17.000 háskólum í heiminum. Háskóli Íslands var raðað í sæti 277 og hefur síðan hækkað 7 sæti á listanum. Þetta er árangur stefnufestu starfsfólks, uppbyggingar doktorsnáms, víðtækrar samvinnu við alþjóðlegar vísindastofnanir og innlendarstofnanir, en þeirra stærstar eru Landspítali, Íslensk erfðagreining, Hjartavernd og Matís. Fyrir þetta vil ég þakka og ég vil þakka Páli Matthíassyni fyrir að vera hér í dag. Mig langar að þakka forseta Íslands fyrir stuðning hans við skólan og hvatningu. Hann hefur skynjað þau tækifæri sem árangur skólans á alþjóðavettvangi skapar fyrir skólan og samfélagið. Og ég vil sérstaklega þakka forseta fyrir stuðning á aldarafmælinu og fyrir að hafa hvatt til þess að afrakstur doktorsnámsins yrði sýnilegri. Í öllu okkar starfi höfum við haft að leiðarljósi hvernig Háskóli Íslands geti best þjónað íslensku samfélagi, stuðlað að framtíðar velferð með sköpun verðmæta á öllum fræðasviðum. Hvernig við nýtum í senn tækifæri sem blasa við í dag og byggjum upp til framtíðar. Og þarna skiptir miklu að geta starfa þvert yfir landamæri faggreina. Við höfum lagt áherslu á að nýta þá faglegu breidd sem í starfi Háskóla Íslands til að efla samstarf milli ólíkra faggreina, innan skólans og utan, hér innanlands og á alþjóðavettvangi. Við fögnum þeim áhuga sem atvinnulífi sýnir vísindagörðum Háskóla Íslands. Þar nú að verða til kjarni öflugra þekkingafyrirtækja í sambýli við háskólan og nýja stúdentagarða. Ég vil þakka Hilmari Janussyni, formanni stjórnar vísindagarða, Eiríki Hilmarsinni og Guðmundi R. Jónssyni sérstaklega fyrir þetta kröftuga uppbyggingarstarf. Háskólinn stendur víðar að uppbyggingu, því í undirbúningi bygging húsnæðis fyrir heilbrigðisvísindadeildir á lóð Landspítala, fyrir deildir hugvísindasviðs í húsi íslenskra fræða og í húsi stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, hér handan við götuna. Þar verður einnig alþjóðleg tungumálamiðstöð. Leið og ég óska Vigdísi til hamingju með 35 ára kosningarafmælið, vil ég þakka henni fyrir ötult starf og ósérhlífni í þágu Háskóla Íslands. Ég vil þakka Illuga Gunnarsssyni, mennta- og menningarmálaráðherra, Sigmundi Davíð Gunnleifssyni, forsætisráðherra og ríkisstjórn hans fyrir þann stórhug að hafa í stjórnarsáttmála kveðið á að fylgja ákvæðum aldarafmælissjóð Háskóla Íslands. Ég finn að hugur fylgi máli og fyrir það vil ég þakka. Í samningnum gert ráð fyrir að ríkið leggi til nýtt fjármagn til að ná markmiðum og að skólinn afli aukinna sértekna.
Nú þegar hillir undir að skólinn hafi staðið við sinn hluta með hertri sókn í erlenda rannsóknarsjóði, uppbyggingu vísindagarða, framlögum úr styrktarsjóðum og stuðningi velgjörðarmanna og nýjum leiðum til fjármögnunar, rannsóknarverkefna, nýsköpunarverkefna og sprotafyrirtækja. Ég vil þakka starfsfólki mennta- og menningarmálaráðuneytis fyrir gjöfult samstarf sem og starfsfólki forsætisráðuneytis. Ég þakka nágrönnum okkar og kærum samstarfsaðilum, Þjóðminjasafni, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og þjóðarbókhlöðu. Ég vil þakka því frábæra fólki sem hefur setið í háskólaráði síðastliðin 10 ár fyrir ómetanleg störf við stjórnun og styrkingu skólans. Ég þakka forsetum hinna 5 fræðasviða háskóla Íslands, núverandi og fyrrverandi og öllum deildarforsetum fyrir öflugt leiðtogastörf á undanförnum 10 árum. Það er einn maður sem ég á eftir að þakka, Einar Sigurðsson, eiginmaður minn, hefur vakað með mér yfir hagsmunum Háskóla Íslands og verið skólanum ómetanlegur bakhjarl og vinur. Kæra samstarfsfólk, við hófum þessa 10 ára vegferð saman með því að blása til sóknar á tímum bjartsýni. Þrátt fyrir mótbyr, efnahagshrun og ótal afleiðingar þess hefur okkur tekist að halda sókninni áfram. Ég vil þakka fyrir að hafa fengið að taka þátt í þessari vegferð. Góði gestir, nú hefst nýr kafli í starfi Háskóla Íslands. Jón Atli Benediktsson hefur allt til að bera til að leiða þessa merkilegu stofnun. Hann hefur verið aðstoðarrektor vísinda og kennslu og þekkir skólan vel. Hann er virtur vísindamaður hér heima og á alþjóða vettvangi og hefur leiðbent doktorsnemum hvaðanæfa úr heiminum. Hann hefur komið að stofnun og stjórnun nýsköpunarfyrirtækja og það eru einstaklingar eins og Jón Atli sem hafa gert Háskóla Íslands að þeirri sterku stofnun sem hún er í dag. Ég endurtek þakkir til alls starfsfólks skólans og stúdenta. Ég hvet ykkur til að standa þétt við bakið á nýjum rektor, bæði í meðbyr og mótvindi. Ég óska Jóni Atla og Háskóla Íslands gæfu og góðs gengis í þeim nýja kafla sem nú er að hefjast. Takk ykkur fyrir. Takk ykkur fyrir. Jón Atli, má ég biðja þig að koma hér upp og taka við rektorsembættisins. Forsætisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrum ráðherrar, fyrrverandi rektorar, samstarfsfólk, góði gestir. Ég vil byrja á að þakka Kristínu Ingólfsdóttur fyrir að hafa veitt Háskóla Íslands öfluga forystu á einu mesta uppbyggingaskeiði í sögu skólans. Snemma í rektorstíð sinni beitti Kristín sér fyrir því
að háskólinn setti sér metnaðarfulla stefnu sem byggði meðal annars á innlendum og erlendum úttektum og var unnin í víðtæku samráði á milli starfsfólks og stúdenta auk utanaðkomandi aðila. Sú stefna sem þar var mörkuð lagði grunninn að mikilli sókn og uppbyggingu Háskóla Íslands bæði í rannsóknum og kennslu. Þá hafði Kristín frumkvæði að viðamiklum breytingum á skipulagi og stjórnkerfi Háskóla Íslands. En það kom líka í hlut hennar að leiða skólann í gegnum tímabil þrenginga og erfiðleika eftir að snögg umskipti urðu í efnahagslífi þjóðarinnar haustið 2008. Fyrir hönd Háskóla Íslands þakka ég Kristínu fyrir metnaðarfullt og árangursríkt starf. Ég er þess fullviss að Kristín muni áfram vinna að framgangi Háskóla Íslands og eflingu háskólamenntunar hér á landi í öllum sínum störfum. Háskólinn á sannarlega hauk í horni þar sem Kristín er. Á persónulegum nótum langar mig að þakka Kristínu fyrir afar gott samstarf á undanförnum árum. Kærar þakkir. Við þessi tímamót er hollt að hugleiða stöðu Háskóla Íslands sem er að mörgu leyti sterk þessar mundir. Háskólinn hefur fest sig í sessi sem öflugur alþjóðlegur rannsóknarháskóli. Við glöddumst yfir þeim árangri sem skólinn náði að komast á lista yfir fremstu háskóla heims á aldarafmæli sínu árið 2011 og hefur hann haldið stöðu sinni þar síðan. Alþjóðlegt gæðaráð háskóla birti nýlega skýrslu Háskóla Íslands og eru niðurstöður ráðsins í senn mikil viðurkenning og hvatning fyrir starfsfólk og stúdenta. Nýjustu kannanir Gallups staðfesta einnig að háskólinn nýtur mikils trausts almennings. Háskóli Íslands mentar nú fleiri nemendur en nokkru sinni fyrr. Á hverju ári útskrifast 1800 kandidatar úr grunnnámi, 800 úr meistaranámi og á síðasta ári brautskráðust 82 með doktorsgráðu. Nánast allt doktorsnám á Íslandi fer fram við Háskóla Íslands og skólinn hefur í samvinnu við mennta- og menningarmálaráðuneytið móta reglur og viðmið til að tryggja gæði námsins, meðal annars með stofnun miðstöðvar framhaldsnáms sem er aðili að alþjóðlegum samtökum doktorsskóla. Háskóli Íslands hefur veitt öðrum innlendum háskólum aðild að miðstöðinni sem er liður í að efla samstarf innanlands og styrkja þannig stöðu Íslands í alþjóðlegri samkeppni starfsfólk og stúdenta. Þá hefur Háskóli Íslands á undanförnum árum aukið sértekjur sínar með sókn í erlenda og innlenda samkeppnissjóði og á sama tíma hafa tengsl skólans við íslenskt atvinnulíf stóreflst og vísindagarðar rísa nú í Vatnsmýrinni. Allan þennan mikla árangur á háskólinn fyrst og fremst að þakka kraftmiklu og hæfu starfsfólki sem sýnt hefur þrautseigju og fórnfýsi á erfiðum tímum, en skólinn hefur líka notið velvilja almennings og stjórnvalda eins og kom í ljós þegar þverpólitísk samstaða náðist á Alþingi stofnun aldarafmælissjóðs Háskóla Íslands. Hlutverk sjóðsins er meðal annars að tryggja að skólinn njóti innan fárra ára sambærilegrar fjármögnunar og norrænir rannsóknarháskólar. Starfsfólk og stúdentar Háskóla Íslands hafa ríka ástæðu til að horfa björtum augum fram á veginn. Grunnurinn er traustur og tækifærin blasa allstaðar við. Möguleikar vísindana eru í raun óþrjótandi, en við stöndum líka frammi fyrir erfiðum áskorunum. Sú stærsta tengist fjármögnun. Háskólinn hefur skilað hallalausum rekstri undanfarin ár sem er afrek sé horft til ytri skilyrða, en 20% niðurskurður á árunum eftir hrun og 20% fjölgun nemenda á sama tíma hefur aukið álag á starfsfólk skólans og reynt á þolmörkin. Afleiðingarnar birtast hvað skýrast í því að kennarar skólans þurfa nú að meðaltali að sinna tvöfalt fleiri nemendum en tíðkast í sambærilegum norrænum rannsóknarháskólum.
Brýnasta almenna verkefni okkar nú því að auka tekjur Háskóla Íslands og fá fram heildarendurskoðun á reiknilíkani mennta- og menningarmálaráðuneytisins og tryggja að það endurspegli raunverulega kostnað við kennslu á háskólastigi. Við þurfum jafnframt að halda áfram að auka sjálfsaflafé skólans. Mestu skiptir þó að fyrirheitin aldarafmælissjóð verði efnt að fullu og þar vænti ég góðs samstarfs við stjórnvöld. Forgangsröðun í þágu háskólamenntunar einhver besta langtíma fjárfesting sem stjórnvöld geta lagt í nú þegar efnahagur þjóðarinnar að vænkast. Háskóli Íslands hefur sýnt að hann traustsins verður við meðferð almannafjár. Ég leyfi mér að staldra við fjárhagsvandann því öllu skiptir að við horfumst í augu við þá bláköldu staðreynd að án bættrar fjármögnunar árangri Háskóli Íslands stefnt í hættu. Takist ekki að tryggja fjárhagsgrundvöll skólans, gæti það tekið hann áratugi að komast aftur í tæri við þau sóknarfæri sem nú blasa við á alþjóðlegum og innlendum vettvangi. En látum þetta nú nægja fjármálin að sinni og víkjum að hugsjón háskólans. Sú sýn til Háskóla Íslands sem ég mun standa vörðum má í stuttumáli lýsa þannig. Háskóli Íslands alþjóðlegur alhliða kennslu- og rannsóknarháskóli í fremstu röð sem hefur ríkum skyldum að gegna við íslenskt samfélag og einn af drifkröftunum í íslensku atvinnulífi. Á öllum fræðasviðum sínum býður skólinn upp á prófgráður sem standast alþjóðlegan samanburð. Akademískt frelsi og virðing fyrir ólíkum sjónarmiðum liggja til grundvallar öllu starfi skólans. Þessi hugsjón felur í fyrsta lagi í sér hugmyndina alhliða háskóla. Háskóli Íslands eini háskóli landsins sem býður upp á alþjóðlega viðurkennt nám á öllum helstu fræðasviðum. Í alhliða háskóla nauðsynlegt að virða sérstöðu fræðigreina og meta afrakstur rannsókna út frá þeim viðmiðum sem gilda á ólíkum fagsviðum. Í öðru lagi felur þessi hugsjón í sér að skólinn vill vera öflugur kennslu- og rannsóknarháskóli. Lykilatriði hér samþætting kennslu og rannsókna á öllum stigum. Í þriðja lagi felur háskólahugsjónin í sér að alþjóðleg viðmið lögð til grundvallar í öllu starfi skólans sem forsenda þess að hann geti skipað sér í röð fremstu rannsóknarháskóla á Norðurlöndum. En skólinn hefur líka þá sérstöðu í alþjóðlegu samhengi að við hann stundaðar rannsóknir og kennsla í greinum sem tengjast sérstaklega íslenskri menningu og samfélagi. Í fjórða lagi lýsir þessi hugsjón Háskóla Íslands gagnvirkum tengslum skólans og íslensks samfélags. Háskólinn á stóran þátt í eflingu samfélagsins, hann skóli atvinnu og menningarlífs á Íslandi. Það íslenskir skattgreiðendur sem fjármagna háskólan að stærstum hluta. Hann starfar í þágu þjóðarinnar, opinn öllum þeim sem uppfylla settar kröfur undirbúning og það starf sem unnið við skólan snertir flest svið samfélagsins. Vinna þarf enn betur í því að gera starf og mikilvægi háskólans sýnilegt. Byggja má á þeim grunni sem þegar fyrir hendi og nefni ég sem dæmi Háskóla unga fólksins, Háskólalestina, Vísindavefinn og rannsóknasetrin á landsbyggðinni. Stúdentar við skólan vinna í síauknum mæli að nýsköpun og úrlausn raunhæfra verkefna í námi sínu í tengslum við atvinnu og þjóðlíf á Íslandi. Afar spennandi hefur til dæmis verið að fylgjast með nemendum í Team Spark-hópnum hanna umhverfisvæna kappakstursbíla og kynna þá á mótum erlendis, en við smíði bílana njóta nemendurnir velvilja margra íslenskra fyrirtækja. Loks vil ég í fimmta lagi nefna akademískt frelsi sem kjarni háskólahugsjónarinnar og hornsteinn alls háskólastarfs. Því frelsi fylgir mikil ábyrgð
og við þurfum stöðugt að vera á varðbergi gagnvart öflum sem gætu vilja skerða það í þágu stundar eða sérhagsmuna. Háskóli ekki fyrirtæki í venjulegum skilningi orðsins, heldur samfélag, stúdenta og kennara. Eins og Páll Skúlason, fyrrverandi háskólarektor, lagði ríka áherslu á. Slíkt samfélag fær einungis þrifist ef stúdentar og starfsfólk óhrætt við að gagnrýna vinnubrögð og aðferðir hvort heldur í fræðunum eða við ákvarðanir sem teknar innan skólans eða utan. Miklu skiptir að starfsfólk og stúdentar skólans komi með virkum hætti að öllu meiri háttar ákvörðunum sem varða starfsemina og að þeir eigi greiða leið að rektor. Lýðræði og jafnrétti á öllum sviðum aðalsmerki skólans. Ég heiti því að hafa öll framangreind gildi að leiðarljósi í starfi mínu sem rektor. Kæru áhörendur, fjölmörg verkefni bíða okkar í þeirri viðleitni að gera góðan háskóla enn betri. Þau verkefni þarf að útfæra í nýrri stefnu Háskóla Íslands fyrir árin 2016 til 2021 sem starfsfólk og stúdentar munu móta saman strax á komandi haustmisseri. Ég leyfi mér að tilgreina 5 þeirra sérstaklega. Í fyrsta lagi vil ég nefna nauðsyn þess að draga úr álagi á starfsfólk skólans og auka starfsánægju. Háskólinn verður að geta boðið öllu starfsfólki sínu samkeppnishæf laun og starfsaðstæður sem gera skólan að aðlaðandi vinnustað. Í öðru lagi þarf að efla nýliðun á öllum fræðasviðum skólans og móta fjölskyldustefnu sem gerir háskólan að aðlaðandi vinnustað fyrir ungt fjölskyldufólk. Í þriðja lagi mikilvægt að bæta námsaðstöðu við skólan, auka námsframboð á framhaldsstigi, tryggja gæði námsins, bæta aðstöðu til tilraunakennslu og verklegarkennslu og fjölga styrkjum sem nemendum standa til boða. Í fjórða lagi nauðsynlegt að styrkja rannsókna innviði háskólans og bæta tækjakost. Brýnt að meta áhrif þess kerfis sem notað til að leggja mat á rannsóknir og annað vinnuframlag við háskólan og mikilvægt að utanaðkomandi aðilar komi að þeirri vinnu. Í fimmta lagi mikilvægt að tryggja faglega og ígrundaða ákvarðanatöku á öllum stjórnstigum háskólans. Ein mikilvægasta forsenda þess að stjórnendur skólans hafi ætíð aðgang að viðeigandi upplýsingum starfsemi hans. Fjölmargt annað mætti tilgreina hér, nefni ég sérstaklega að við þurfum áfram að fylgja eftir þeim markmiðum sem stefnt var að með sameiningu Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands og styrkja tengsl menntavísindasviðs og annarra fræðasviða skólans, auk þess að rækta gott samstarf við framhaldsskólana í landinu. Takist að vinna þessum umbótaverkefnum brautagengi á næstu árum munum við sjá þess merki í öllu starfi skólans. Háskóli Íslands verður þá með sanni einn af fremstu rannsóknarháskólum á Norðurlöndunum og þetta að mínum mati raunhæft markmið. Áhugi Íslendinga á menntun byggir á gömlum merg. Fróðleiksþorsti íslenskrar alþýðu á fyrri tímum var mikill og í Vesturheimi vakti athygli að íslenskir innflytjendur lögðu áherslu á menntun, barna sinna og skólamál almennt. Þegar Vestur-Íslendingar vildu gera vel við gamla ættlandi sitt, stofnuðu þeir sjóð til styrktar Háskóla á Íslandi sem, eins og kunnugt var síðan notaður til að reisa háskólatorg og styrkja doktorsnám við Háskóla Íslands. Íslendingar hafa líka lengi tengt saman sjálfstæði þjóðarinnar og háskólamenntun og þegar þeir sáu glitta í fullt sjálfstæði frá Dönum, létu þeir það verða eitt sitt fyrsta verk að stofna háskóla á Íslandi. Háskóli Íslands gegnir nú mikilvægara hlutverki en nokkru sinni fyrr í íslensku samfélagi. Hann flytur til landsins alþjóðlega þekkingar og hugmyndastrauma og miðlar leið í síauknum mæli vísindum og fræðum til annarra landa á mörgum sviðum. Íslenskt vísindafólk nýtur virðingar víða lönd
og sífellt fleiri erlendir stúdentar kjósa að leggja leið sína til landsins og nema við skólan. Háskóli Íslands er ein mikilvægasta forsenda efnahagslegrar velferðar á Íslandi og fjárfesting í menntun er fjárfesting í framtíðinni. En hlutverk skólans er ekki síður að hlúa að andlegri velferð Íslendinga, glæða skilningsgáfuna og efla virðingu fyrir sannleiksleit og vísindaiðkun. Markmið háskóla er ekki það eitt að mennta sérhæft starfsfólk sem sinnir afmörkuðum hlutum í samfélaginu, eins mikilvægt og það hlutverk er í dagsins önn. Háskólamenntun á að veita nemendum þjálfun í að kryfja forsendur vísinda og fræða og spyrja áleitinna spurninga. Þannig er það hlutverk háskóla að þroska dómgreindina, efla siðvitið og vekja gagnrýna hugsun. Framlag Háskóla Íslands til íslensks samfélags veltur ekki síst á því hvernig okkur tekst að rækja það hlutverk. Kæru gestir, leið og ég tek við embætti rektors Háskóla Íslands vil ég þakka fyrir það traust sem mér er sýnt. Ég heiti því að sinna þessu starfi af alúð og veit að með ykkar hjálp munum við efla háskólan enn frekar. Takk fyrir. Það vill svo til að næsta lag sem við flytjum líka eftir Braga Valdimar Skúlason, hann frábæra höfund, en það af því að þetta er lag sem við Valdimar höfum bæði flutt og hljóðritað og það vill líka svo skemmtilega til að textinn passar mjög vel fyrir þetta tilefni og þess vegna ætlum við að tileinka þetta nýja rektornum okkar. Þú áttir hjarta mitt
Við þökkum listamönnunum fyrir fallega tónlist. Þegar Kristín Ingólfsdóttir tók við starfi rektors 2005, sagði hún: Ég mun leggja mig að veði fyrir þeirri framtíðarsýn sem ég hef lýst. Ég heiti því að vinna að þessu verki af heilindum og vera vakin og sofin yfir velferð Háskóla Íslands. Glæsilegur árangur Kristínar Ingólfsdóttur í rektorstarfi er besti vitnisburðurinn að hún hefur sannarlega staðið við sín orð. Við þökkum Kristínu Ingólfsdóttur kærlega fyrir og óskum henni alls hins besta í framtíðarverkefnum. Jón Atli Benediktsson hefur skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir Háskóla Íslands sem leggur áherslu á gæði vísinda og kennslu. Ég er sannfærð að það verður Háskóla Íslands til heilla að hafa hann sem rektor, sem leiðtoga og samstarfsmann starfsfólks og stúdenta og sem fulltrúa háskólans í íslensku samfélagi. Við óskum Jóni Atla Benediktssyni rektor hjartanlega til hamingju og velfarnaðar í nýju starfi. Góðu gestir, ég þakka ykkur fyrir komuna og að njóta saman ánægjulegrar stundar. Gjörið svo vel að þiggja hressingu niður í andirinu, en doki aðeins við á meðan rektor gengur úr salnum með gestum sínum. Ég segi hér með hátíðinni slitið.